Tilefni fundar í dag eru efnahagsmálin og þau eru mikið í umræðinu núna eins og endranær og ekki síst hjá fólki í ykkar störfum sem eru að stýra fyrirtækjum. Stóra málið er kannski það sem að gestur okkar í dag, varaseðlabankastjóri peningastefnu Rannveig Sigurðardóttir hefur sent á fyrstu glæruna. Vextirnir, eru þeir vita bitlausir eða eru þeir alltaf kæfa? Vaxtastigið er það er svona mismunandi ár frá ári hvað er efst á listanum þegar félagsmenn hringja hér í okkur og vilja ræða málin. Vaxtastigið hefur klárlega færst mjög hratt upp listanum undanfarin ár. Og vaxtastefna Seðlabankans er mikið til umræðu, en hún alltaf byggist á ekki síst mati bankans á ekki bara verðbólgunni eins og mælist heldur verðbólguvæntingunum. Og það er stóra spurningin, erum við í stöðugleika eða erum við að nálgast eitthvað stöðugleika á næstu árum og hvernig spila inn í þetta hlutir eins og staðan á vinnumarkaði, ríkisfjármálum og svo fleira. Rannveig ætlar að fara yfir þetta á nokkrum glærum og svo getum við vonandi haft bara dálítið líflegar umræður og spurningar og svör. Kunnum Rannveig bestu þakkir fyrir að koma til okkar. Ég held þetta sé fjórðaskiptið, er það ekki rétt munnað? Fyrri 2 fundirnir voru á netinu út af dollu, en nú viljum við endilega fá fólk í hús og þar á meðal fyrirlesara okkar. Gjörðu svo vel. Bara við eitthvað röddinni mér, hún er smá slemsku í röddinni og hún endist. Alltaf verður náttúrulega að fara yfir glærurnar og það kannski ekki svara fyrirspurnum. Hérna heitum til Eiríkur Ótla, sem það er eitthvað til. En þessi fyrirsögn umræðan í fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og svona. Þetta er svo bara að færa mikrofón aðeins með Svona, já. lægt. Já, sem við betur. Já, maður heyrir hana frá fólki og fólki sem skoðan á því hvort að verslunni séu lengra með vita gagnrýni er alltaf kæfa og það er jafnvel í sama viðtalinu eða sömu grein fjallaðum annars vegar að verslunni séu algjörlega gagnrýni eða þeir séu samt alltaf kæfa. Þannig að þetta er svona áhugaverð samfélagsumræða. Ég ætla núna að fara yfir og byggja aðallega á spáni okkar sem við birtum í ágúst og sem að peningastefnan byggir ákvörðun sína á. Það er þó rétt að taka fram að spáin er ekki spá peningastefnan, þannig að það er ekki það ýmsir hlutir sem að nefndin eða einstakar nefndarmenn eru ekki sammála. En hún heldur samt svona utan helstu stærðir og hjálpar nefndinni til þess að taka ákvarðanir. Þetta var eins og spá, en síðan að spáin birtist þá hefur birst annars vegar ein ný verðbólgumæling, eða síðan spáin var gerð ein ný verðbólgumæling og þjóðhagsreikningar fyrir annarsvöðum og endurskoðun þá á árunum á undan. Þannig að þetta er kannski svolítið upplýsandi, ég myndi samt frekar koma í nýstu gögnin til þess að vera aðeins til þess að bara vera áhugaverðara. Þannig að byrjum á hagvextinum á fyrri helmingi ársins. Byrjum á vinstri myndinni þar sem við sjáum hvaða er fjórðung fyrir fjórðung sem hefur verið að keyra áfram hagvöxtinn. Og eins og þið sjáum þá er það uppúr eftir að COVID-takmörkunum og allir eftir var það mikið til einkaneyslu og fjárfesting sem er að drífa hagvöxtinn og það er raunin alveg fram á síðasta ár. Og þið sjáum á myndinni þá hjaðnar hagvöxtur töluvert hratt í fyrra dregur verulúrunum og hann mældist 8% á fyrsta helmingi í fyrra og var komin niður í 1,5% á síðasta fjórðungi og núna fyrri helmingurinn
í ár sýnir 1,9% samdrátt og það að vísu verður að skipta máli að neikvæð áhrif berabreytingum skipta verulega miklu máli í þessu samdrætti og þau stafa af því að það var engin loðnuveiði í ár. En það líka neikvæð áhrif á utanríkisviðskiptum, það að segja að við erum að flytja út minna en við erum að flytja inn eða við erum að flytja inn meira heldur en við erum að flytja inn. Við erum að teljum þá að það eigi eftir að endurskoða þessar útflutningstölur einhverju leyti því að, og það við vorum líka með þennan varnagla í fyrra og sáum að núna voru þær tölur endurskoða töluvert upp á við. Það sem kannski skiptir máli fyrir peningastefnuna mest er það eins og við sjáum þarna að neysla og fjárfesting hún er að aukast meira heldur en við vorum að gera ráð fyrir. Einkaneyslan vísu nokkurn daginn þannig bara kringum nulli. Bæði í tölum Hagstofunnar lítilegu samdráttur við vorum að gera ráð fyrir pínulítlum jákvæðum eða aukningu einkaneyslunar. En eins og við sjáum það bæði samneyslan og kannski fyrst og fremst fjárfestingin sem er að aukast meira heldur en við vorum að gera ráð fyrir. Þannig að það sem við erum að reyna að hafa áhrif við það er að segja hitastigið í þjóðfélaginu, neyslan og fjárfestingin. Það er meiri kraftur því heldur við vorum að gera ráð fyrir í ágústmánuði. Og þetta kemur með sérstaklega þarna á vinstri myndinni. Nú, það spratt umræðum það þegar við sáum hagvöxt dragast saman og öðrum ársfjórðungi, annan ársfjórðunginn í röð, þá fór í gang umræða hvort að hér væri komin kreppa. En hún byggir á vísu á misskilningi af því að þegar þessi þumalfingursregla sem notuð til þess að meta hvort að þessi kreppa í þjóðfélagi ekki, það þá að verða að tala breytingu milli ársfjórðunga og myndin til vinstri, hún sýnir breytingu í landsframleiðsluna milli ársfjórðunga og eins og við sjáum þá vorum bara yfir, sjáum við að fyrsti ársfjórðungur það er samdráttur en það er vöxtur á öðrum ársfjórðungi milli fjórðunga. Það er aftur á móti milli ára, það er breytingin milli fjögurra fjórðunga. Hún er neikvæð, eins og ég var að segja, sýndi okkur áðan núna þessi umræða, þessi kreppu umræða virðist ekki vera eiga fót miðað við þessar tölur og það verður að hafa í og það er það sem að til dæmis hefur áhrif að tala fyrir sjálfum þegar við erum að taka ákvarðanir út frá fyrstu birtingu þjóðhagsreikninga að maður gerir yfirleitt ráð fyrir að þeir séu endurskoðaðir upp á við. Og frægasta dæmið er náttúrulega það sem að þegar fyrsti ársfjórðungur fyrir árið var birtur núna í lok mars, þá kom í ljós að ávöxtur árið 2022 var ekki 7,2% heldur 8,9%. Og birtingin núna sýnir að gert það fyrir hann að vera 9% og hagvöxturinn í fyrra líka endurskoðaður upp á við. Þannig að þetta hefur svona áhrif á það að matið á stöðu hver staðan er. Nú þá fyrir við aftur yfir í spátölunar og þá erum við að byrja á vinstri myndinni að vera að bera saman ágústspána meðan við maíspána og eins og við sjáum þarna þá erum við að gera ráð fyrir heldur hægari hagvexti í ár en við gerðum þá. Við gerum ráð fyrir að það verði 0,5% hagvextur sem en í maí vorum við að gera ráð fyrir að hagvextur verði 1,1% og þetta er aðalega þá lakari horfur inn í ferðaþjónustu sem gerir verkum að við erum að lækka spána hagvexti og líka lítillega næstu ár. En hagvextur næstu árum er þó ágættur með 2% hagvextur 25 og 2,5% 26 er ágætis vöxtur. Nú myndin til hægri, hún sýnir hvað það er sem orsakar breytinguna á
milli spáa og það eins og við sjáum þá það einkaneyslan er veikari en neikvæðneyslan er sterkari heldur við vorum að gera ráð fyrir meðan utanríkisviðskiptin eru þá ferðaþjónustunni veikari draga niður spána fyrir árið í ár. En eins og við sjáum líka á þessum tölum fyrir hagvöxt á hverju ári þá erum við að koma úr 9% hagvexti árið 2022 yfir í 0,5% núna. Þetta er ekki töluvert hröð hjöðnun hagvaxtar á þessum tíma. Þannig að ég held að þeir sem að telja að vextirnir bíti ekki að þeir þurfu kannski aðeins að horfa á þetta því að það er alveg ljóst að það hefur með þessum vaxtahækkunum og kannski fyrst og fremst eftir að raunvextir eru jákvæðir í mars í fyrra þá hefur tekist að hægja á sem er náttúrulega markmiðið með vaxtahækkunum að reyna að hægja á umsvifum. Já, þannig að hagvöxturinn hefur sem sagt hlaðnað mjög hratt en við erum eins og við sjáum ekki að gera ráð fyrir að það verði samdráttur. Þannig að þetta er það sem svo vinsælt að tala mjög glerting að þetta gengi eftir. Nú, það eru líka vísbendingar að sé hægja á spennunni á vinnumarkaði og ef við sjáum myndin lengst til vinstri þá er störfum að fækka töluvert. Atvinnuleysi, það er aftur á móti, það er aðeins skráða atvinnuleysi er aðeins að aukast en það er eiginlega varla sjáanlegt á mynd en það er lítillega aukast og við erum að lækka hagvaxtarspána í ágúst meðan í maí þá voru töldum við atvinnuleysi myndi aukast meira en það er að gera. Og líka myndin lengst til vinstri sem er svona mælikvarðar sem horfum til nýtingu framleiðsluþátta. Það er annars vegar fyrirtæki sem telja sig búa við skort á starfsfólki. Þar mælikvarði er að lækka en er þó ennþá hærri en sögulegt meðaltal. Og það sama á við hlutfall fyrirtækja sem telja sig ekki geta aukið framleiðslu af því að þau eru líka, þeim eru líka fækkað en þau eru samt ennþá fyrir ofan sögulegt meðaltal. Þannig líka þessi mynd líka sýnir að greinilega er að hægja á þessari grífulegu eftirspurn sem hefur verið á vinnumarkaði. En það við erum ekki kannski, hún er ennþá til staðar. Ég ætla að sýna ykkur þessi mynd hún er smá tölur flókin að horfa á en þessi kóngulóarvefur, hann sýnir sem fyrirtæki sem að telja að þessi skortur á starfsfólki heiðin og ég sé ekki að tala sem telja þessi skortur á starfsfólki og hér erum við með júní fyrra og svo júní í ár og þið sjáum að það er náttúrulega í flestum atvinnugreinum eru færri fyrirtæki sem telja sig búa við skort. Í fyrra voru í heildina 40% fyrirtæki sem töldu sig búa við skort en núna eru þau komin í 30%. En við sjáum að ég þekki líka það sem mjög oft er talað það sem mjög varast að sé að hægja á í byggingariðnaði. Þá er ennþá jafnmörg fyrirtæki sem telja í ár og í fyrra sem telja sig búa við skort á þetta starfsfólki, það segir yfir 60% fyrirtæki. Og það sama á við ef við skoðum fyrirtæki sem telja sig búa við ekki geta eiga erfitt með að mæta óvæntri eftirspurn. Það hefur líka í flestum atvinnugreinum fækkað fyrirtækjum sem telja sig eiga erfitt með að mæta óvæntri eftirspurn en í byggingarstarfsemi þar er nákvæmlega sama
sama hlutfall fyrirtækja sem núna og í fyrra sem að telur sig eiga erfitt með að mæta óvæntri eftirspurn og það er líka yfir 60%. Og þá komum við að þessu dilemma sko að umræðan er dálítið mikið að ef við drögum úr umsvifum í byggingarstað sem þá verður skortur á húsnæði og þá verður verðbólga meiri sem er eitthvað sem gæti gerst. En ef það verður hægir ekki á þá þurfum við að flytja inn meira vinnuafl sem eykur eftirspurnin eftir vinnuafli sem við mætum miklu leyti með innflutningi vinnuafls sem að kalla það á meira húsnæði. Þannig að þetta er dilemma og þetta er náttúrulega líka þannig að vaxtatækið er þannig að við getum ekki haft eina vexti fyrir eina atvinnugrein og aðra fyrir einhverja aðra. Þannig að í heildina þá erum við bara að reyna að hægja á. Og hefur tekist í flestum atvinnugreinum en eins og sé byggingariðnaðurinn er greinilega ennþá mjög þannig. Líklega bara því að eftirspurnin, það er svo mikið umsvif í gangi að jafnvel þó við lesum fréttir um það að einhverju fyrirtæki sé við verkefni þá eru greinilega ennþá töluverður kraftur til staðar. Nú svo verðbólgan, hún hefur verið svolítið áhugaverð þróun á verðbólgunni núna síðustu mánuði. Ég segi sko að verðbólgan, hún er mjög líklega að þróast svona eins og sagablaði, menn hún er í rétta átt. Blaðið það hallar niður en hún er að fara upp og niður og hefur verið að gera það. Hún jókst í júlí en hjarnaði síðan eftir í ágúst. Og eins og við sjáum þá er þetta upp og niður, hefur verið svolítið upp og niður og það er sama má segja verðbólga án húsnæðis sem jókst þá í júlí en hjarnaði eftir í verðbólga án húsnæðis og undirliggjandi verðbólga sem er líka einstæð sem við horfum dálítið mikið á sem að er ekki með svona hluti sem að verðið flöktar mikið á. Það er semst jókst í júlí en hjarnaði eftir í ágúst. Og það sem að kannski var áhugavert við verðmælingunni í júlí var það að hækkurinn var á mjög breiðum grunni. Og þótt að eins og við sjáum myndin þarna lengst til hægri, það er náttúrulega þessi brúni hluti þarna húsnæðisverði sem er að skýrir stóran hluta af verðbólgunni, enda verðbólga án húsnæðis 3,6 en 6% án húsnæðis. En það er líka töluverður kraftur í þjónustunni og svo, en eins og við sjáum svo dökkbláu hlutanum sem er innfluttar vörur. Sá hluti hefur minnkað en það hefur verðlag í okkar viðskiptalöndum, innflutningslöndum verið að lækka. Nú drifkraftarnir eins og við sjáum við horfum á innflutningsverðlag dökkbláu línan hún sýnir útflutningsverð helstu viðskiptaland okkar eins og við sjáum þá var það að dragast saman og hefur verið að draga saman og það sé að dragast minna saman núna á þessu ári þá hefur verið að draga saman. En síðan er þessu gula línan hún sýnir sérstaklega innflutningsverð okkar í erlendu gjaldmiðli og á miðmyndinni sjáum við gengi sem hefur veikst frá því á sama tíma í fyrra tæplega 7%, hefur líka veikst frá því í byrjun ágúst en var búin að vera mjög töluvert stöðugt yfir sumartímann og í rauninni á árinu. Þannig að ég myndi mitt mat er það að gengið er enn sem komið hefur verið mjög stöðugt þó að festist ekki í einhverju ákveðnu tölum. En myndin þarna lengst til vinstri og hún sýnir í rauninni innflutningsverðið okkar, dökkbláu hluturinn er innflutningsverðið þá eftir fjórðungum í erlendum gjaldmiðlum og ef við horfum fyrsta ársfjórðunginn þá er það að
það að lækka á fyrsta ársfjórðungi en á öðrum ársfjórðungi þá er það yfirleiðsverðið áfram að hækka en gengið ekki að hjálpa til eins og að gera á fyrsta fjórðungi. Þannig að sumir telja að þetta geti verið vísbending að það sé verið að leggja mikið á, ég veit það ekki, en allavega gengið hefur gengisþróun á öðrum ársfjórðungi var ekki til þess að hjálpa til við að halda aftur við innflutningsverði. Nú aðrir þættir sem hafa áhrif á verðbólguna, auðvitað hækkun launa og síðasta mælingin ásækkun launa er 6,6%, semst á launavísitölunni. Síðan einnig, þetta eru nokkrir mælikvarðar sem sýna mismunandi þróun en bæði vísitala heildarlauna og launavísitalan sýna mjög svipaða þróun. Nýverið launavísitalan hækkaði aðeins meira á tímabili en nýjustu mælingarnar eru þá í 3,6%. Húsnæðisverð, það hefur líka, það var komið niður í rauninni bara mjög lítil hækkun þarna í júlí í fyrra en hefur síðan bara haldið áfram að hækka og síðasta mælingi sýnir árshækkun húsnæðisverðið upp á 11,7% með töluvert mikið og einhverju leyti er þetta Grindavíkur áhrif, það er þessi eftirspurn vegna Grindavíkur en það er ekki kannski rætt á eftir en það er ekki endilega alveg kannski nýverið sé það bara þá og eins og við sjáum það byrjar árshækkun húsnæðisverð fyrir gosið í nóvember þannig að þetta er ekki greinilega Grindavíkur áhrif en ekki bara Grindavíkur áhrif og það er náttúrulega töluverð hækkun launa og síðan var útspil ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamningana líka þannig að fólk fékk meiri peningum til handum og þá gert það líklega verkum að fólk getur þá ráðist í að kaupa nýtt eða stækka við sig þannig að hækkun húsnæðisverðs það er Grindavík en það er líka eitthvað annað held ég í meiri kraftur bara í eftirspurninni sem við getum tekið það eftir ef tíma. Nú, myndin lengst til hægri, hún sýnir í rauninni hversu mikið vörur að hækka og hér eru vörur sem hækka minna en 2,5% og það er náttúrulega bara mjög jákvætt að hér voru mjög fáar vörur að hækka minna en verðbólgumarkmiðið en þeim hefur fjölgað sama og við vörur sem eru að hækka minna en 5% en við sjáum að helmingurinn af vörunum, við erum með 50% af vörum hérna sem er að hækka meira en 5%. Verðbólgan er núna 6 þannig að og þó að þróun er það eins og þessi hérna sem er að hækka 7,5–10% þessi lægra hlutfall þá er til dæmis stærra hlutfall að hækka meira en 10%. Þannig að þetta er svona í rétta átt en ég vildi gärna sjá þetta verða næst því sem það var þannig upphafi tímabilsins. Þegar þið sjáu að það er aðeins bara 20% sem tæplega sem er að hækka meira en 5%. Þetta er svona einn mælikvarði sem er ágætt að horfa til þess að meta þessan undirliggjandi þrýsting. Nú svo þeir sem að lesa yfirlýsingar og fundagerð peningastefnunefndar sem gerir ekki ráð fyrir spennulestur mjög mörgum en þá er náttúrulega verðbólguvæntingarnar eitthvað sem að peningastefnunefnd eru miklar ábyrgðar. Og eins og við sjáum þá hafa það lækkað. Myndin lengst til vinstri, hún sýnir þá verðbólguvæntingar heimila og fyrirtækja. Og fyrirtækin búin að vera hérna í kringum 4% bara mjög lengi frá þessu 2020. Þið sjáu að þegar verðbólgan fer að aukast þá
hækka verðbólgan, það er að segja kjölfestan, hún losnar og fyrirtækin tellir þetta verðbólga eftir 5 ár, þetta er ekki verðbólga, það séum 4% og heimilin, svipuð saga með heimilin, þau tellir bara hærra ramma, það er 5%. Og þetta er ekki eins og ég segi, verðbólgan næsta ári, ég meina ef verðbólgan er mikið það er ekkert skrítið að bæði heimil og fyrirtæki telli að verðbólgan verði kannski næsta ári mikið því mun taka tíma að koma henni niður. En ef það telja, eins og þetta er verðbólgumælingin eftir 5 ár, að fyrirtæki og heimil telli að verðbólga eftir 5 ár verði 4%, þá er það ekki gott vegna þess að þetta hefur náttúrulega gífurleg áhrif á hröðgerð í kjarasamningum og verðlagningu fyrirtækja. Þannig að þetta er eitthvað sem nefndin hefur miklar áhyggjur af. Og eins og við sjáum hérna svipaða sögu að segja viðmyndin sýnir verðbólgumæltingar markaðsaðila og þar er við að segja 10 ára verðbólgumæltingarnar, þær eru að vísu rétt fyrir ofan 3,5 en það er lægri, en 5 ára mæltingarnar eru fyrir ofan 4% svipaðar eins og fyrirtækja. Síðan er hérna verðbólgumæltingar á skuldabréfamarkaði, þær eru líka þannig 4%. Eins og ég sá öllum sem myndum hafa verðbólgumæltingar upp þegar verðbólgan fór að aukast, en hafa lækkað síðan en virðast svolítið fastar í 4%. Og hérna, það er eins og ég segi, þetta er eitthvað sem við nefndum hérna miklar áhyggjur og það verður ekki held ég fyrir að við þurfum að sjá skýrum merkjum þessar væntingar sé að nálgast kjölfestu sína 2,5% til þess að vera til þess að vera rólegri yfir hættunni á verðbólgu þrýstingi. Nú lokum þar sjáum við þarna verðbólguspána okkar. Þetta er að vísu bara þetta er bara mismunandi líkur sem við notum hvernig þau eru að meta það, en hér okkar þjóðarslíkan sem við byggjum mest á, það sýnir, eins og ég segði hérna, verðbólga eykst vegna mælingarinnar í júlí, þegar verðbólgan jókst 0,5%. En við erum ekki að gera ráð fyrir að verðbólguþrýstingur almennt fram á þessi aukast, það er í rauninni bara hliðrun hérna út á við. En það þýðir sagt að við erum að gera ráð fyrir að verðbólga verði 5,8% í árslok í staðinn fyrir 5,3% minni sem við vorum með í maí. Og eins og við sjáum líka hérna, við erum ekki að gera ráð fyrir að verðbólga verði komin undir markmið fyrir hérna í lok 2026. Og þriðja sem skiptir máli það er að þessi breiddin á þessum líkindum á að verðbólgan verði meiri er miklu meiri heldur en líkurnar á því að verði minni. Þetta hefur líka áhrif á svona matið á þróuninni framöndan, sem er í rauninni það sem að nefndin horfir á. Einstaka mæling, hún segir okkur hvaða þrýstingur er í gangi, hvað er að gerast. Og þá metum við það svolítið út frá því hvað við höfum talið hérna líklegt, en sko við erum ekki að taka ákvörðun út frá síðustu mælingu, heldur erum við að horfa við til framtíðar vegna þess að vextirnir eru náttúrulega ekki að hafa áhrif aftur bak. Þannig en með við umræðum svolítið í fjölmiðlum er eins og það bara eins og í júlí í júni þegar verðbólgan lækkaði þá átti að lækka, fór undir 6% þá átti að lækka vexti strax bara svo fórum yfir og það átti ekki að lækka vexti eða einhverjum öðrum að kenna og síðan eftir núna þegar hún fór í 6% þá átti að lækka vexti, en sko það sem náttúrulega skiptir öllu máli er að verðbólga er 6% samt sko, verðbólgumarkmiðið er 2,5% og við erum ekki að sjá neinn skýr merki að þessi lítil hætta verðbólgu. Það er ennþá töluverður kraftur í þjóðarbúskapnum. Nýjustu þjóðarsáttmálar sýna meiri kraftur en við töldum í ágúst þegar við vorum þessi spá var gerð og taka síðustu ákvörðun. Og vinnumarkaðurinn, þó að spennan sé að minnka, þá er hún ennþá töluverð. Og ekki atvinnuleysi til dæmis ekki að aukast. Þannig að það
það þá eitthvað sem maður er að segja sko, sagan í rauninni svo og þetta allt í rétta átt, en þetta er ekki alveg komið. Og við þurfum þá að sjá skýrari merki, það ekkert að segja nákvæmlega hvað skýrari merki, en við þurfum að skýrari merki að þetta verðbólgu þrýstingur sé að gefa eftir. Og best væri náttúrulega verðbólguvæntingarnar færu með áfram niður. Sko ég veit ekki hvort ég hafði aðeins peningastefnu, ég veit ekki hvort ég á eitthvað að fjalla það, hvort ég bara opna upp spurningar, bara fyrst, Ólafur, hvað er tíminn? Tíminn ágættur sko, við eigum alveg 50 mínútur eftir af útlutuðum tíma. Ok, það bara tökum það inn að, sko, við erum raunverslunin, það sem auðvitað skiptir máli er að raunverslunin eru ekki jákvæðir fyrir einhverju massi þeirra. Og það er mjög stutt tími sem hafa verið í rauninni svona við, það sem við höfum metið sem svona raunverslunin þurfa að vera, hvað yrði væri ef það væri jafnvægi í þjóðarbúskapnum. Á síðasta fundi þá var nefndin að það raunverslunin meðaltal verðbólgu og verðbólguvæntinga var 4,2%. 3,1% ef maður horfir bara á nýliðna verðbólgu. Og við horfum á mjög marga mælikvarða og svo horfum við á meðaltalið og nefndarmenn leggja líklega mismunandi áherslu á mismunandi mælikvarða í komandi raunversluna, en við fjöllum yfirleitt bara þetta meðaltal því að það er í rauninni það svona sem að í heildina heldur gefur okkur svona vísbendingu hvert við erum komin. Skammtíma vaxtamunur útlönd, hann hefur aukist mjög töluvert í fyrra, það vindir hann til hægri. Og við verðum áhugavert að sjá hvort að það er náttúrulega margar vaxtaákvarðanir í gangi. Kanadamókið var að lækka vextina, allir búast við að Feddin muni lækka vextina núna 18. Bank of England og svo ECB hættir áfram eða stoppar, þannig að það er eitthvað sem líklega myndi hafa áhrif. Útlán, það er mjög áhugavert, eins og við sjáum hérna á bláa línan á vinstri myndinni. Hún sýnir útlánið heimil og það er bara verið mjög stöðugt núna bara í 2 ár. Útlánavöxturinn, hann er að vísu ágættur 6%. Þannig hefur verið töluvert stöðugur. Útlánavöxtur til fyrirtækja hefur eftir móti aukist. En eins og við sjáum á myndinni til hægri þar sem maður sér fyrirtæki útlánavöxtur eftir atvinnugrein, þá er þetta aðalega fasteignafélög og byggingageiri. Þannig að útlánavöxturinn er dregst saman í öðrum geirum eða er óbreyttur nánast. Þannig að það er áhugavert, sérstaklega í ljósi umræðunar að vextinni sé alltaf kæra. Það er útlánavöxtur til fyrirtækja er aukast. Nú, líka annað sem er töluvert rætt mér þessi breyting sem að heimilin hafa gert á því hvers konar lán þau taka. Svo þau sjáum myndin til hægri, þá hefur aukningin verið aðalega núna meðan við vorum með vextina lága, þá fóru heimilin mjög mikið yfir í óverðtryggð lán, eins og við sjáum þarna, og en síðan eftir að vextinni fóru að hækka þá eru sem sagt verðtryggð lán dominerandi. Við horfum myndin til vinstri, þá sjáum þið sko allan lánastabbann. Hægri myndi sýnir bara þau lán sem eru ný. Þetta sýnir í rauninni hvernig öll lán heimilina eru. Eins og við sjáum, þegar við byrjuðum að lækka vexti, þá voru verðtryggð lán 70%. Fóru síðan niður í 40% eitthvað leis, en eru núna aftur komin í 55-6% eitthvað leis. Þau eru aftur að aukast.
Það er aftur undir rétt að hafa í huga að miðlun peningastefnunnar á sér ekki bara staði í gegnum húsnæðismarkaði, hún á sér staði gegnum útlánsfyrirtækja, hún á sér líka staði gegnum innlán. Ég er vissi ekki með mynd sem sýnir innlán en peningamagnið hefur verið að aukast verulega því að innlán heimilina hafa aukist verulega og þetta er þróun sem við höfum séð núna síðasta árið og það er að þau hafa aukist mjög mikið og það er akkurat það sem við viljum sjá þegar við viljum að hækka vexti að fólk leggja peningana fyrir og býði síðan bara á meðan vextir eru svona háir býði með að eiga og það er það eitthvað sem við höfum séð núna undanfarið ár cirka sem er mjög ánægilegt og jákvægt. En minna fjallaðum finnst mér svona í almenni umræðu. Húsnæðismarkaðurinn, taka hann líka? Já, endilega. Sko, hér sjáðu þið bara mismunandi mælingar á húsnæðisverði. Hér er þessi sem sýnir 11% hækkunina í ágúst. Þannig að þetta er svona, já, þetta sjáðu hér er sko landið allt komið næstu undir núlli í júlí þeirra. En þetta er svona sýnir, það er bara sýningur sem hún sýnir annars vegar húsnæðisverð, axelmúlíðan eins og það hefur þróast. En síðan er þessi grunur þessi hér lína, hún sýnir hvað húsnæðisverð ætti að vera ef við notum væri samkvæmt þjóðarslíkanum okkar og þá tekur það með þróun á öllum undirliggjandi stærðum kaupmáttaraukningu og öðru slíku. Og þegar það var að lækka í fyrra þá hefði samkvæmt líkanum hefði húsnæðisverð gerði líkanum að húsnæðisverð hækka meira. En síðan núna síðasta keisla hjá okkur sýnir að húsnæðisverðið er að hækka núna meira heldur en svona það sem við segjum undirliggjandi stærðir gefur til kynna, en auðvitað er þetta ekki eitthvað sem helst í hendur endilega sko, en þetta er samt svona vísbendingum að þetta sé eitthvað sem þú hafði til þó að sé, já. Það er ekki að fara í hina myndum Síðan er umsýnum fasteignamarkaðir. Hér sjáu þið veltu og fjölda kaupsamninga á hægri myndinni og eins og við sjáum þá er greinileg Grindavíkur áhrif þessi fjölgun kaupsamninga og fjöldi eykst gríðarlega síðan er hann komið niður aftur. Og sama ef maður horfir á myndin til hægri sem sýnir fyrstu kaupendur og eins og við munum kannski þá jógst fjöldi fyrstu kaupenda nokkuð þegar vextirnir voru sem lægstir. Fóru svona að maður hefði verið svona einhvers staðar fjórðungur af kaupendum yfir í að vera svona þriðjungur. Síðan fækkaði þeim aftur þegar vextirnir byrjuðu að hækka og lánþegarskilyrðin voru hert. En þeir voru farnir að fjölga fyrstu kaupendum þarna fyrir gos. En með því að þegar Grundvíkarnir kom inn á markaðinn þá fækkaði þeim aftur. Af því að þeir eru ekki fyrstu kaupendur, þannig að fjölgar, það eru líka svona Grundvíkur áhrif í rauninni, þannig að maður gerir ráð fyrir að fyrstu kaupendum fara að fjölga aftur þegar Grindavíkur áhrifin eru horfin. Nú önnur myndinlisti sem sýnir framboð íbúða og það er tölvöld mikið rætt með að það sé ekki næra mikið framboð. En eins og við sjáum þá er til dæmis framboð nýbygginga meira heldur en það var fyrir COVID. Eldri íbúðir eru aðeins færri en í heildina erum við komin yfir það sem það var á árunum 2018 þegar það var tölvöld innan geislappa jafnvægi.
ég get sagt þessu á markaðnum. En við sjáum líka Grindavíkur árið þarna í rauðlínunni þar sem að meðalsölutíminn lækkar tímabundið og fer síðan aftur upp þegar Grindavíkur eru svona mestu búin að kaupa og það sama hægri, það sjáum við líka Grindavíkur árið, það að segja íbúðir sem eru seldar yfir ásettu verði, þeim fjölgar aftur. Svo þess að það voru alltaf gríðarlega stór hluti sem seldur yfir ásettu verði þannig að þegar hækkun húsnæðisverðs var sem mest en var komin niður bara svipað og var fyrir COVID en eykst aftur núna líklega mestuleyti Grindavíkur. Já, síðan bara lokum það sem við gerum ráð fyrir í húsnæðisverð. Við gerum ráð fyrir að það hækki aðeins minna heldur við gerum síðast og síðan að íbúðafjárfesting verði heldur meiri heldur við gerum ráð fyrir. En þetta nú svona Sara endilega komið með spurningar en svona mínum huga bara vextirnir, þeir eru að hafa áhrif, þeir eru að hægja á öllu en við erum bara ekki komin með nægilega sterkar vísbendingar að verðbólguþrýstingur sé verulega hægt á verðbólguþrýstingina til þess að lækka vextina. Þakka kærlega fyrir, þetta var fróðleg yfirferð. Ég hjá þarna þetta sömu sem ég hafði nú ekki átt á eins og það væri vöxtur í útlandi fyrirtækja. Það eru út af fyrir sig ánægileg tíð. Ég veit það eru spurningar í salnum, ég veit líka salnum það er alltaf smá tíma til að hitna, þannig að ég ætla að koma með það fyrstu. Hvernig líst ykkur á þróun ríkisfjármála og þetta er bara svona miðað við fjármálaáætlun og náttúrulega þá staðreynd að það er líklega ekki mikið meira en ár í kosningar. Er ekki freistni vandi stjórnmálamannanna fyrir hendi og hvað þýðir það ef það er ekki nægilegt aðhald? Já, það þýðir náttúrulega, ég segi oft að peningastefnan hún bregst bara við því sem er gert annars staðar í þjóðfélaginu og fjármálastefnan eins og opinbera, hún náttúrulega skiptir máli. Ef að fjármálin eins og opinbera hefðu verið meira aðhaldssöm heldur en þau voru þegar verðbólgan var svona gríðarlega mikil, þá held ég að við hefðum náð verðbólgunni hraðar niður. Það sama við launahækkanir, það sem er samið í kjarasamningum. Við bara, ef að samið ef að launakostnaður að aukast meira heldur en samræmist verðbólgumarkmiði svona til lengdar, þá náttúrulega hefur það áhrif á verðbólguþrýsting og þá skiptir það máli fyrir þær ákvarðanir sem peningastefnan tekur. En svo sagan sýnir okkur að kosningavetur er alltaf það er svona upside risk í kosningaveturum. Þannig að en eins og ég segi, maður veit ekki, en það er svona ein óvissuþáttur. Spurningi á Kjartani, ætlum að koma mikrofónunum til þín svo það heyrist ámjögulega. Já, það ég sé nú ekki átt að volna að heyrst. En alltaf það einu sem tala í mikrofónin. Ég er með hugleiðingu og ég er bara frábært að fá aðstoða seðlabankastjóra og geta hugleita eins með þér í morgunsárið. Og þessi hugleiðing hún eiginlega kannski undirstrikaðist í málflutningi þínum þegar þú segir varst að tala um hagvaxtartölur og nú á þessu ári var verið að leiðrétta hagvaxtartölur fyrir 2022 og svo aftur, það var gert ráð fyrir 7,1 og svo var það 8,1 og svo er það líklega 9. Og þetta rennir svolítið stoðum undir það að við séum ekki alltaf að vinna með nægilega góð gögn hjá hinu opinbera.
Og svo einhvern veginn les ég líka út hjá þér þegar þú talar hagvaxtartölu að þið gerið í ykkar spám og í einhverja ákvörðunum, vexti eða hvað það er, að hagvaxtartölu séu rangar. Þannig að þið eruð að ýkja mjögulega og lengja í háum vöxtum vegna þess að þið gerið ráð fyrir að séu rangar. En þið eru að gera ráð fyrir að séu rangar í aðra áttina. En mér finnst ekkert ólíklegt að þær geti líka verið rangar á einhvern tímapunkti í hina áttina. Og þá er spurning hvenær skiptir þeir sem að taka þessar ákvarðanir, hvenær skiptir þetta? Hvenær í raun og veru, og þetta er menningamál. Þetta er menningamál hjá peningastefnunefnd. Og ég nefni þetta vegna þess að ég skrifaði grein í blöðum fyrir árið síðan þar sem að ég var að tala gagnapakka sem eru notaði til þess að álykta stöðuna á markaði. Og ég er forstjóri á Ormsson og við störfum á tveimur ólíkum mörkuðum. Við störfum annars vegar á raftækjamarkaði og svo störfum við líka á innréttingamarkaði. Við erum í ágætis tengslum við verktakana en líka almenning í landinu. Og það er þannig að við tökum til dæmis raftækjamarkaðinn að þessi markaður skiptist eins og svo margir aðrir markaðir í ótegnar vörur og tegnar vörur. Og meirihlutinn af þeim vörur sem við flytjum inn eru ótegnar vörur. Þvottavél, þurrkari, helluborð, hámur og svo vidare. Og við vitum áður en árið byrjar að það eru 154.300 íbúðareiningar í landinu. Og við vitum að vegna þess að við erum líka og innréttingamarkaði og þekkjum aðalskipulög, deiliskipulög, hvaða verktaki heldur og hvaða lóð og hvaða verkefni í gangi, að það verða ca. 2.500 nýjar íbúðir byggðar í ár. Þannig að við vitum að þörfin fyrir þvottavélar sem að þarf að endurnýja á 10 ára fresti eru þetta 15.600 þvottavélar plús þessar nýju íbúðir sem eru byggðar. Og þá leggjum við á stað í hvernig ætlum við að auka okkar hlutdeild í þeirri kostnaði. Við vitum að annarhvert heimili í landinu með þurrkara og við getum reiknað þann markað líka. Þannig að ótegnar vörur eru svona stærð sem er auðvelt að vinna með og á sama tíma þá segja þær okkur svolítið mikið hvernig heimilin eru að hegða sér. Og á síðasta ári þá var mánuð eftir mánuð og nú er ég bara að tala hagstofugögn, magn, verðmæti, þá var í hverjum einasta mánuði var samdráttur í innflutningi á ótegnum vörum. Nú erum við ekki að tala um tegnar vörum. Í tegnum vörum eins og sjónvörpum var samdráttur yfir 40% á síðasta ári. En í ótegnum vörum var minnsti samdráttur í þvottavélum innfluttur til landsins 13% og mestur í uppþvottavélum 25%. Og þegar við erum að bera okkur saman við önnur fyrirtækjamarkaði að sjá hvernig erum við að standa okkur í samkeppni. Og þá höfum við nokkra gagnapakka, við horfum auðvitað í einn barm. Við horfum á ársreikningafyrirtæki sem eru gefnir út í september og október og við erum að sjá hvernig að birgðastæði landinu hjá samkeppnisaðilum. Nú við höfum hagstofugögnin til þess að byggja okkar svona pælingar á og svo höfum við meningahagkerfið sem endurspeglar cirka 17% af retailmarkaðnum og okkur finnst vera orðin trúverðugur núna síðustu 2 ár og svo höfum við gagnapakka sem heitir RSV, Rannsóknarsetur Vestmannaeyja. Og Rannsóknarsetur Vestmannaeyja, líkt og Seðlabankinn, byggir mikið af sínum gögnum, eiginlega bara nær eingöngu, á upplýsingum frá kortafyrirtækjum. Og nú höfum við á seinustu 3 árum farið í gegnum 3 ólíka framkvæmdastjóra hjá Rannsóknarsetri Vestmannaeyja. Frá því að ég kom inn er ég búinn að óska eftir fundi með þessum aðilum í hverjum einasta áskorangi og þar sem þeir hafa komið til mín og ég hef sagt að gögnin ykkar er ekki rétt. RSV fyrir útlægi. Samt sem áður, og þetta eru kortaveldu gögnin sem þeir byggja meðal annars ykkar ákvarðanatöku á og mér skilst að meira sér nú eru komin svo margir færsluhirðar að það er ekki allir færsluhirðar komnir undir í gagnapakkanum sem Seðlabankinn og RSV og fleiri eru notað. Þannig að ég kalla á fund og segi þið eru útlægi. Þið erum að segja að þið erum með rangar upplýsingar. Vegna þess að við erum að skoða hagstofugögnin með innflutningstölunar okkar
við erum að skoða greiningögn, við erum að skoða menningahagkerfið og við erum að skoða ársreikninga fyrirtækja. Því miður þá komumst við ekki í vatnsskýrslu fyrirtæki sem ég myndi glaðilega gera. En það svo allt önnur saga og verður við glaðir gert, en allt í lagi. Skráð félög á markaði að nota RSV sem samanburðargagn. Ég bendi stjórnarformann eins fyrirtækisins á síðasta ári að hann væri að gera lítið úr sínum árangri vegna þess að þetta voru ýktar upplýsingar. Raftækjamarkaðurinn samkvæmt RSV átti að hafa vaxið 11,7% á síðasta ári. Og það eru gögnin sem eru undirliggjandi gögn sem að þýða og bleiði notið til þess að taka eitthvað ákvarðanir. Á fundi með RSV og gagnateymið þeirra núna í byrjun árs kom í ljós að í kortaveldu gögnunum fyrir raftækjamarkaðurinn á Íslandi voru rafmagnsbílar. Og ekki bara rafmagnsbílar, ég ætla bara að nota það dæmi vegna þess að það eru líka fleiri, það eru smit á milli flokka í kortaveldugögnum. Með öðrum orðum, þau eru líka ýkt. Og ég spyr þá, hvernig þetta upp í Brimborg eða BL? Sér posi fyrir rafmagnsbíla eða dísilbíla eða bensínbíla? Nei, það er ekki svoleiðis. Og var vöxtur, og það voru ýktur vöxtur í sölu rafmagnsbíla í fyrra og hittifyrra. Þannig að heimilistækja eða raftækjagögnin eru mjög skökk sem nefnir þessu. Og við höfum bara almennt áhyggjur af því að það sé verið að vinna með vitlaus gögn á markaði og þess vegna fer ég aftur þangað sem ég byrjaði. Þið eruð í ykkar ákvarðanatöku að gera ráð fyrir að tölurnar séu mögulega ýktar í eina áttina. Þið eru að benda á að það eru mögulega ýktar í aðra áttina. Og mér finnst stundum umræðan, sérstaklega þegar að seðlabankastjóri og stjórnvöld koma fram í Sveinsfjörðsvið, ekki endurspegla endilega það sem að gerast á markaðnum. Þannig að hugleggingin var gögn og trúverðugleika gagna og hvernig þið og menningin hjá ykkur og hvernig við hvernig ákvarðanatökuferlið á sér stað. Og auðvitað það þannig að háir vextir og útlánaaukning til fyrirtækja finnst bara, þú veist, ég sjálf sér svona kannski ekkert óeðlilega á þeim tímum þegar vextir og langtímalán eru að hækka, þannig að útlán eru að hækka. En ég ætla að segja eitthvað, svo sá ég að þú varst að koma með júníkönnunina til stjórnmyndaði fyrirtækja og ég hugsaði, já, einmitt þessi könnun. Þetta var fyrsta könnun sem ég tók ekki þátt í. Og ég hugsaði, hvernig tók ég því? Já, það var vegna þess að það komin einhver svona pirringur út í seðlabankanum. Þannig að aftur fór ég að efast hversu góð allir þessi stjórnendagögn séu. Hvað allir séu margir stjórnendur í landinu sem bara hafa engan áhuga að svara seðlabankanum, einhver einnig könnun í dag. Þannig að já, ég er ekki að segja þessi einhver þreyttur stjórnandi í lágmúla, sko, ég er bara að segja að ég er bara með hugleikir í daginn. Hvað segir hann? Vildu bregðast við þessu? Já, kannski byrja á þessu síðasta. Ég meina, ef að stjórnendur gerir sér grein fyrir því að við horfum á þessar tölur þá ættu þau nú að hafa áhuga á að taka það. Ef ég væri stjórnandi myndi ég reagera þannig, þannig að ég ætla að biðja endilega næst þegar hún kemur að taka þátt. Annað sem að, sko, við horfum á allar þessar tölur sem þú ert að tala um. Í rauninni bara, þegar við erum að reyna, þegar við erum að gera spá, þá byggjum við fjórðunginn sem við erum stödd í og kannski næstu fjórðunga mikið bara á vísbendingum sem eru allt þetta sem þú taldir upp. Vandamáli, ef maður talar um hvað varðar hagstofutölurnar, þá það í rauninni, sko, sagan segir okkur að líkurnar á því að þær séu endurskoðaðar til lækkunar. Ég man, ég verð bara viðurkenna, kannski minnum mitt fara að bresta, ég man bara ekki til þess að það hafi skipt máli hvað varðar heildarmyndina. Það er náttúrulega, það fara ekki allar í sömu átt. En varðandi til dæmis fjárfestingartölurnar sem við tala sem oftast endurskoðuð upp á við, þá alltaf fyrstu tölurnar sem við verðum að birta við fyrsta fjórðunginn og annan fjórðunginn í ár. Það byggja bara á spá, það er ekki fyrir en að gögnin frá fyrirtækjunum eru komin endanlega sem þessi spá verður, má maður segja, góð, betri, en þetta er ekkert einstæmt fyrir Ísland.
ég meina, við, sko, margt gerum við ekki nægilega, getum við ekki gert nægilega því við erum bara mjög fámenn. En ég held til dæmis að fleiri og fleiri sé farin að gera sér grein fyrir því að til dæmis gögnunum þjóðhagsreikningagögnin, það þarf að bæta það af allan hátt sem hægt er. En til þess þá þarf fleira fólk. Það bara ekki þetta, það ekki þetta þú veist, það andstæði við að fjölga starfsmönnum hjá hinu opinbera, en það verður ekki öðruvísi. En sko, í Bandaríkjunum til dæmis sem eru mjög stórt land og fjölmennt, þar eru nákvæmlega sömu og í öðrum löndum nákvæmlega sömu vandamál með þessi gögn fyrstu birtingar. Það eru bara áætlun, bráðabirgðatölur heita þær. Þannig að það eitthvað sem sko, í rauninni hægt að gera betur. Gögnin frá fyrirtækjum eru bara ekkert skattgögnin eru bara ekki komin. Það ekki búið að gera skattframtöl fyrir þetta, fyrir árið eða ár. Það ekki fyrir það kemur. Þannig að önnur leið til þess að áætla þetta ekki nema bara að spá út frá reynslu og líka því hlutinir tengjast. En sko við sko rýnum í allar tölur sem koma, allt sem nýtt. Við notum það og horfum til þess, þannig að það skiptir máli. Varðandi kortatölur sem við nefndum, þá kom í ljós og hefur tekið smá tíma að fá almennilega gögn af því að það er mikið gistihúsum eða hótelum sem farin að nota erlenda færsluhauða að fá upplýsingar frá þeim. Það er búið að við erum búin þangað, við erum búin að ná því, en það tók, þú veist, það gerist ekki bara svona, sko, við komst ekki bara í gögnin bara að því okkur langar það, sko, þannig að það skiptir líka máli. En þau gögn eru orðin svona, held ég, nokkuð bara góð. Þetta eru fróðlegar umræður. Það er spurning hérna hjá honum Magna í Álnabæ. Góðan og blessaðan daginn. Ég þakka innilega fyrir þetta mikil upplýsingar sem við búin að fá hérna frá þér. Alveg frábært. Ég tók eftir því að húsnæðis þátturinn hefur stóran þátt í vísitölunni. Og það er spurningin í það hver hefur mestan hagnaði að þetta ekki tekið út úr vísitölunni hjá okkur. Og af hverju ekki hægt að losa okkur við þetta úr vísitölunni. Mér skilst þetta sé ekki í öllum Norðurlöndum og það verið gaman að vita þetta. Það myndi lækka vísitöluna hjá okkur og minnka þrýstingin og allt og við getum kannski lækka vextina strax 1%. Takk fyrir. Þetta er svona eins og við segjum stundum, sko, bara tökum allt út sem að hækkar, þá erum við bara góðum. En sko húsnæðisliðurinn, hann er inn í flestum löndum. Evrópski seðlabankinn er ekki með þetta, eða semst fyrir Evrópulöndin, en þeir eru að vinna í því, þau eru svona alltaf svo rosalega mörg, gögnin eru mismunandi og allt þannig að það er búið að taka ótrúlega langa tíma. En þau horfa á þróunina samt þó að sitja inni, þannig að þau taka ákvörðun út þannig. Sko, ef ég segi fyrir sjálfa mig, þá finnst mér skipta mestu máli og ég held að í lengdina skiptir það máli að vísitölur neysluverð á að spegla einkaneyslu sína. Og þetta er 20% af neyslu eininga. Og ég er alveg viss um það að þegar vísitala húsnæðisverðs, vísitala með húsnæði, vísitala neysluverð, var að lækka minna heldur en vísitalan án húsnæðis, þá hefði umræðan í þjóðfélaginu orðið svo akkur eru við ekki með vísitaluna með húsnæði inni, skiljið. Þannig að ég held að við verðum að halda okkur í þessu. Við erum búið að gera breyting á því hvernig vísitalan var reiknuð núna í júní. Þannig að nú miðað við þetta ekki innan reiknuð húsaleiga, þetta er bara húsaleiga eins og þetta sé húsaleiga sem er leigja húsnæði. Þannig að, og það virðist ef eitthvað hafa skilað sér í mælingar sem hafa komið, við læri minni hækkun en við vitum það líka að leiguverð hækkar yfir á eftir húsnæðisverð, fyrst húsnæðisverð upp og svo fyrir leiguverð. Í lengdina, ég veit ekki hvað gerir, en við teljum samt að sveiflurnar getur minnkað, sko. En bara þetta að endurspegla útgjöld heimilina, þá held ég sem þessast að þó að það sé að hafi svona stóran þátt í vísitölunni. Og við horfum framhjá þessu. Við horfum framhjá þessu
ef það væri ekkert annað að gera, ef það væri bara allt að þrýstingur á öðrum stöðum, þá skiptir þessi hluti vísitölunnar ekki svo miklu máli. En þessi hækkun húsnæðisverði bara endurspeglar bara þennan mikla eftirspurnaþrýsting sem í þjóðfélaginu. Og þess vegna og kemur fram í öðrum liðum, 50% eins og 50% að hækka meira en 5%. Þannig að ég held að já, það skiptir máli að hafa þarna bara upp á líka bara lengdina sko. Þó að á tímabili getum við að vilja hafa hana ekki og þá vitum við hver hún þá vitum við að hækka mikið á húsnæði. Við höfum líka, skattárið og annað slíkt. Hver hefur mest hagnaðan að þessu að hafa þetta vísitölunni inni? Ég held bara við öll vegna þess að ég held að það eigi að endurspegla neysluna okkar og við getum ekki verið að taka út einhverju einstaka liði sem að hækka mikið. Men það aðeins. En neysla að kaupa sér hús? Já, það neysla. Það hluti af því sem við erum peningum okkar í. Ég skil þetta ekki. Það eru fleiri spurningar. Ein hérna aftast, nú ég ekki klárað nafninu. Hvað svo? Já, sæl, Bergur eitt hér. Mér langaði svona kannski aðeins að spyrja þig, bara svona hagfræðingur að ef við segjum að aðilar vinnumarkaðarins, ríkisvaldið og Seðlabankinn séum svona kannski þeir sem hafa mest áhrif á þessa stærðir alla saman. Maður hefur svolítið á tilfinningunni að sé hver að toga þennan vagn í sína áttina. Það er að segja að við erum með ríkisvald sem að hefur þanist út og tekið stærra og stærri köku af þess heilt af þjóðarkökunni. Gríðarleg fjöldi af fólki þar sem að væri hægt kannski að senda heim annað. Ég held að við vitum það allt sem við erum í atvinnulífinu í einkageiranum og það er vel hægt. Síðan erum við með aðila vinnumarkaðarnir sem fara í aðgerð eins og að stytta vinnutíma hvað 10% fyrir nokkrum árum. Og á sama tíma allir rosalega hissa á því að það þurfa að flytja fólk í stórum stíl til þess að síðan að vinna önnur störf. Það er að segja við erum að bæði stytta vinnutíma, taka fullt af fólki að hluta til í störf sem er óþörf. Og svo skilur enginn í því að þetta sé stað. Svo í viðbóti þetta þá rekum við skattastefnu, sérstaklega tekjuskatt einstaklinga sem að í rauninni heldur sérfræðingum eða fólki sem myndi kannski frekar verið hærri í launaflokkum frá landinu. En nýsköpunargeirinn til dæmis, við erum mjög góð útungunarstöð fyrir nýsköpunum. En við erum mjög ólíklegt til þess að geta haldið í fyrirtækjum til lengri tíma. Það er svona, mínar áhyggjur eru svolítið þessar já, svo er viðbótið Seðlabankinn að halda upp í mjög háum vöxtum sem aftur á móti gerur okkur ennþá erfiðar að fjárfesta í störfum því að til dæmis í iðnaði þá kostar svona cirka 80 til 100 milljónir að búa til eitt starf með góðri framleiðni. Þannig erum við ekki svolítið á einhverjum stað þar sem við kannski bara komist ekki út úr þessu á meðan að þessir þrír aðilar vinna í rauninni hver að sínu markmiði. Það er bara svona hugleiðing. Já, ég kann bara einfalda svarið er náttúrulega bara það að við sem Seðlabanki höfum ekki skoðun á því hvað fólk er hvað er að semja á vinnumarkaði eða hvernig hefur opinbera hvort það er að auka útgjöldin eða í hvað það er að eyða. Við bara reagerum á því sem við sjáum að gerist. Við getum ekki verið að hafa skoðun á því. Það er bara Alþingi sem ákvarðar mikið af útgjöldum hins opinbera og aðilar vinnumarkaðarins ákveða hvað samið. Þannig að við erum ekki að hafa sérstaklega skoðun á því. En það er ekki alveg rétt að þessi innflutningur og vinnuafli hafa aðallega farið til eins og opinbera. Þetta er aðallega byggingageirinn og ferðaþjónustan sem hefur Nei, ég er ekki að segja það. Þú tekur fólk sem gæti umhverfið störf og byrtir óþörf störf eða styttir vinnutíma og þarf með þeir í störfum sem að skapast á móti þeim tíma. Þá hefur þetta hreinsa út ákveðin mengi af vinnuafli sem þú getur notað í annað. En þetta sem ég meina ekki það að ríki sig að flytja fólk. Best held ég væri allir, eins og þú svolítið að segja, allir væri að vinna, toga okkur í sömu átt. Það er að segja að draga úr umsvifum. Og ég meina, það sem samið kjarasamningum, það hefur áhrif á umsvifum, hvað fólk hefur milli handanum til að eyða. Þar sem að hið opinbera til dæmis spilar út í tengslu við kjarasamninga.
hefur líka áhrif, hvernig hið opinbera hvaða það eyðir í, allt þetta hefur áhrif á umsvifin. Þannig ef að og sérstaklega þegar verðbólgan var sem mest, sko, ef allir hefði bara ákveðið að nú ætluðu þeir allir að vinna í sömu átt, það er örugglega hjálpað töluvert. Spurning hérna frá Arnar í Thor fiskvinnslu. Og takk fyrir fróðlega kynningu. Ég er framkvæmdastjóri í fiskvinnslu í Hafnarfirði, en svo er ég Hafnarfirði Valdi og áorðið 8 afkomendur. Ég líti ekki annað undanfarið en að vera í böngum og svo eldhúsborðið að ræða börnin mín hvernig þau geta komið sér upp. Það er ekki höfuð. Þau eru orðið svona meðaltali 10 árum eldri heldur en þegar ég gerði það fyrst. Í þessu samhengi þá verður mér oft hugsað til þess og ég spurði þið svipaða spurningu síðast þegar þú varst hérna og afsakar að hún verður svipuð. En í rannsóknarskýrslu Alþingis var lagt til að banna 40 ára verðtryggð járngreiðsluna og niðurstaðan af því var svo að þau eru einungis veitt til 25 ára í dag. Og það sem kannski undirliggjandi spurningin er til þess að byggja upp undir það samt er hvort að það hefði ekki verið skynsamlegra að banna járngreiðsluna. Því að þegar við horfum á allt setupið og framsetninguna og gögnum hjá okkur, þá talið við Grindavíkur áhrif, en á sama tíma í gögnunum sýnt að það er stóraukin útlán í þessum gervilánum, eins og ég vil kalla þau, því að þetta er bara lán til framtíðar. Þetta eru lánin sem foreldrar mínir voru að kljást við alla þeirra hunds og katta tíð, skiljið, og svo var þetta svona bara, þetta eru svona blöðrulán sem mætti kalla. Og það er ekkert hort til þess í þessu. Þess vegna er spurningin þarna og þegar ég horfa á þessar tölur og gögn, þá sé ég líka ákveðið svona vogara. Þú segir útlánaaukningin er hvað? Byggingageira og til fasteignafélaga. Það er annars vegar og svo er lánaaukningin hinum meginn á vogarskálinni, það er þessi verðtryggðu jafnvægislega. Og ég get alveg það að vera þessi einstaklingur sem skrifa þessar greinar allt að drepast og á sama tíma ég man ekki hvernig fyrirsögnum var, skiljum mig. Ég bara spyr að því ég myndi svo gjarna vilja að virknin í stýrivaxtahækkunum væri kvikari og ég óttast það að þessi skekkja sem ég tel vera að við erum með þessi lán sem voru veitt í Mósambík minnum við eða hvað þau voru líka, það var einhvers staðar. Já, að ég skal stoppa hérna en það er þetta sem við langar að vita hvort að skoðunin sé ennþá svo að við þurfum nauðsynlega á þessari tegund lána að halda og hvort að þau séu þessi neikvæði element eða þessi neikvæði þáttur sem ég tel vera. Nú er ég alveg bara ekki hverju svaraði fyrir hann, nei. Þú varst mjög ánægð með jafnvel. Nei, sko, málið er að, þú veist, maður getur hort á framboð lána bara út frá, sem annars verður út frá því þú fólkinu sem er nú sem skuldbreyta yfir í verðtryggð lán og semst þegar föstu vextirnir á lánunum þeirra sem voru mjög lágir og fólk er kannski búið að vera í 3-5 ár með lágvexti og er nú skuldbreyta og fara yfir í verðtryggð lán. Þeir hefði annars kannski, ef það ekki verið mögulegt, þurft að selja og minnka eða eitthvað sem einhverju sem er þeirri stöðu. En svo, ef maður hugsa þetta bara, ef maður segir svona fræðilega, teoretist fyrir peningastefnum að virka, þá væri náttúrulega effektífast ef allir væri bara breytilegum vöxtum, allt væri bara breytilegum vöxtir. Því að þá færi bara, þú veist, þá færi allt upp leið að þeir hækka og síðan hratt niður þegar þeir, hækka niður þegar þeir hratt. Það er svona, sko, maður horfir á þetta bara fræðilega, sko, en það er bara, við erum bara, þú veist, við erum bara með svona alvöru, alveg fólk undir og þess vegna skiptir þetta máli. Ég gleymdi að segja það áðan út af útlánum fyrirtækja, það er tvennt sem er aðeins að skekkjast með. Þau eru fyrirtækin að fara að sækja í verðtryggð lán sem er áhugavert. En annað er að þetta getur eitthvað lítið endurspegla að þau eru hægt að fjármagna sig með útgáfu bréfa eða eitthvað svoleiðis. En einhverju leyti, sko. En það er sem sagt kannski ágætt að hafa það líka í huga.
sækir einhver í verðtryggð lán, er það ekki kannski hugsun að skekkja að fólk eða neyðist, bæði fyrirtæki og einstaklingar yfir þessu verðtryggð? Ég held að það sé mjög alveg. Sko ef fólk er í krappri stöðu og getur haft lægri greiðslubyrði með að fara og þegar vextirnir eru að hækka á óverðtryggðu lán og sko, hvað á það að gera það? Sko, þessi umræði verðtryggð lán og ekki verðtryggð lán, hún hefur svo marga vinklar sko að ég held að, eins og ég segi, fræðilega væri best ef allir væri bara, allt væri bara breytileg vextir, kikkuð inn strax, en við erum bara með bæði fólk og fyrirtæki. Og ég veit ekki hvort einhver er frá fyrirtæki sem hefur verið að fara yfir í að taka verðtryggð lán, verið áhugavert ef einhver, en svo er af hverju. Ég held þetta alveg líka þannig samfélagsgerðin að gera sko. Við erum með miklu lægra hlutfall af leiguhúsnæði á Íslandi heldur en löndin sem við berum okkur saman við. Og ef við færum þessa leið þá erum við að þvinga okkur raun og veru á í að vera svona leiguhúsnæðismarkaður í stæðan fyrir allir eigin. Meinarðu hvað leið? Bara með verðtryggð? Ef verðtryggð er tekið út og þess að, veistu, bara eitthvað greiðir það. Við höfum tíma fyrir eina spurningu í viðbót eða svo. Brennur eitthvað á einhverjum hér? Elías? Og ég kannski aðeins bara segja, ég held að hvað er kemur spurðum. Góðan daginn, ég heiti ég, þakka fyrir góðan fyrirlestur. Við erum að hlusta á þessa háu vexti og allt það, en það er ekki búið að tala verðbólguna. Ég þeirra skoðun að vextirnir hluti að fylgja verðbólgunni og þetta er núna síðustu ár, það er fyrsta skipti sem ég get lagt peninginn í banka og fengið raunvexti. Nú er ég orðinn 76 ára, ég hef aldrei nokkuð fengið það á ævinni. Og svo er verið að tala hvað er meginn. Meginn er fyrst og fremst verðbólga, það sem það þarf að fara niður. Vextirnir er svo fylgja og það á alltaf að vera raunvexti, hann að fá jákvæða vexti. En í gamla daga það var bara vextin bara brunnu, ef maður setti peningar á banka, það var bara brunnið. Þú þurftir að kaupa bara þvottavél eða eitthvað bara í skotskilur áður en að hækka þér. Það var svona. En svo er annar mál sem þið að tala hérna líka að þessi verðtryggðu lán og allt saman, en það var annar megin í þjóðfélaginu. Það er þessi sem við erum búin að tala það er fasteignaverð. Ég á peningar sem er í vörslu Arion banka sem heitir eignastýring og síðan horfi ég á, hvað fæ ég úr eignastýringunni? Ég fæ einhverja x%, líklega einhverjum 40-50% síðan 10 ár. En hvað hefur byggingavísitalan hækkað? 166%. Takk fyrir. Og svo erum við að tala fólk sem er kannski að byrja að kaupa íbúðir og kaupa með verðtryggðu lánum á fullu. Það hefur hagnast helming á íbúðinni bara út af hækkun á fasteignaverði. Og þetta hugsa Seðlabankinn ekki eitthvað svoleiðis. Og það er 1, 2 og 3, það séu raunvextir í landinu. Það er áður fyrir, maður gæti gert það með að setja á einhverja verðtryggða reikninga og þá er þetta bundið þetta í 5 eða 10 ára. Þannig að það var eitthvað flust. Þannig að ég þakka fyrir gott. Það var í rauninu mátti ekki vera til styttri tíma heldur en bara 2-3 ára og búið að afnema það. En þetta er það sem ég var að segja áðan að af því að fólk getur fengið jákvæða vexti á inni í banka núna, þá höfum við séð að miðlunin sem hefur áður ekki farið svona sterkt í gegnum það að fólk leggur inn peningana sem er bara mjög gott og vonandi náum við niður verðbólgunni. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir að ná henni niður. Við getum alveg haft skoðanaði hvaða liður eiga að vera inn í þessu eða hvernig lánin eiga að vera, við þurfum bara að ná verðbólgunni og hún kemur náttúrulega verst út líka fyrir þá sem eru með lítið milli handana og eiga sem ekki sparna. Þannig að það geta gert áætlanir fyrir fyrirtækin og fyrir fólk að það skiptir öllu máli, þannig að nánu verðbólgunni skiptir mjög mjög máli. En
áhugavert þú segir þetta vegna þess að þetta er eitthvað sem að, sko, ég held að ég lesi svona mest af því sem er fjallað peningastefnu sem misti ekki nægilega mikið verið fjallað þar að peningamagn hefur aukist vegna aukninga innlánum heimilina. Það er bara mjög jákvæðlega. Það er það við í gamla daga, við nutum þessi verðbólgunni, lánin átustu. Nú það alveg hækka verðinu og þú færð verðtryggt lán, en fasteignaverðin hækka miklu meira. Þetta er sami leikur. En það er alltaf þeir sem tóku lán, og það voru náttúrulega margir sem skuldbreyttu líka þegar vextinni voru svona lágir og fóru yfir breytilega vexti, þegar vextinni fóru niður 0,75 og jafnvel þá þeir byrjuðu hægt að hækka það voru margir sem skuldbreyttu. Þeir sem keyptu íbúð með svona lán sem voru þá föst í 35 ár og fasteignaverð hækkaði svona mikið mjög neikvæðir raunvexti á sama tíma og eignirna hækkaði mikið. Þetta er líka eitthvað sem að mér finnst ekki kannski vera mikið í umræðinni heldur, sko. En núna erum við aftur út að sjá, í vetur verður þessi stóru kúfur sem sumir kalla snjóhengjuna, það er að segja þessi lán sem hafa verið föst á breytinu á föstum óverðtryggð lán á föstum vöxtum sem eru þá að losna, þannig að við sjáum töluvert marg. Þó að maður horfir á heildar lánastafan þá er það ekki neitt rosalega margir en það eru margir meira við til dæmis hvað hefur verið síðast ár. Það verður áhugavert að sjá hvernig það er, en það getur líka verið að einhver hluti að fólk viti það að það mun standa fram fyrir hærri greiðslubyrði og hafa þess vegna líka verið að safna sem er mjög skynsamlegt. Þá var nú tíminn okkar bara nokkurn veginn búinn. Ég vil ekki til að við þakkum Rannveigu bara kærlega fyrir og takk líka til ykkar fyrir að taka svona virkan þátt í samræðum og spurja og vera með hugleiðingar. Takk líka fyrir það er rosalega gaman að heyra hvað fólk er að hugsa hvernig spurningar og þetta er kærlega fyrir mig. Kæra þakki fyrir góðan fund.